Hátíðin Dagar myrkurs árleg byggðahátíð allra íbúa á Austurlandi sem haldin í kringum hrekkjavökuna og var engan bilbúið að finna Austfirðingum að halda hana í 23. sinn nú í ár. Tilgangurinn ávallt sá sami að hvetja til samveru og búa til viðburði sem allir geta tekið þátt í. Við kynntum okkur sérstaklega hvernig Vopnfirðingar undirbúa þessa daga og var eftir því tekið hvað þeir voru samhentir og frumlegir í skreytingum í ár. Mér skilst að þetta Dagar myrkurs eigi rætur sína að rekja allt til ársins 2000. Þetta í grunninn menningarhátíð en hefur verið með þessu sniði síðan að var stofnaður nýr stýrihópur 2019. Þá var þetta tengt meira við eins og hrekkjavökuna og þá sú leið farin. Hvernig svona tilfinningin að vera fagna dögum myrkurs? Það mjög skemmtilegt. Það hefur stundum verið svona eins og tengslu með hrekkjavöku, þetta sé erlend hefð, en svo mér reyndar sagt að það sé ekki endilega svoleiðis bandarísk hefð, heldur hafi þetta verið keltnesk hefð sem síðan fluttist og var fagnast þar að leiðandi í Bandaríkjunum og eigi alveg rætur sína að rekja jafnvel til Íslands, þannig að það bara mjög skemmtilegt að halda þessu lofti á Íslandi. Því haldið fram að Keltar hafi til forna fært þakkir fyrir uppskeru sumarsins og kallað hátíðina Hátíð hinna dauðu og sambærileg hátíð verið haldin fyrir kristnitöku hér á landi sem kallaðist veturnætur. En við reynum að tengja ekki bara við hrekkjavökuna og drauga og slíkt, heldur líka rómantíkina og kertaljósin og þá stemmingu sem skemmtilega í myrkrinu. Hvað bjóðið þið upp á bara ef við förum svona frá 2019 og svo til ársins í ár? Það hefur bara verið mjög fjölbreytt. Það hafa verið ýmsir göngutúrar, sögugöngutúrar bæinn. Einhverja svona ljósa göngutúrar þar sem slökkt hefur verið á lýsingu í bænum. Farið með vasaljós, svo hefur verið draugahús, ýmsir upplestrar. Það bara verið mjög margt. Núna í ári erum við með bara frekar þétta dagskrá. Við erum með kvöldsund, það skemmtilega uppákomu hérna á Burstafelli. Já, notaleg kvöldstund í gamla bænum á Burstafelli, þar sem boðið var upp á vöfflukaffi og fjallakakó og spiluð félagsvist á eftir. En út á Vopnafirði var fleira í boði. Við erum með göngu út í Vita, Kolbestangavita, og þar verður inni lifandi tónlist og kaffi og kakó. Krakkarnir líka duglegir við að halda bíó og svona draugagöngu þar sem þau ætla að vera að hrekkja og skreita. Mjög skemmtilegt. Hvað stendur þið yfir marga daga yfirleitt á ári? Ég held að þetta hafi yfirleitt verið bara 4 dagar. En núna vildum við tengja þetta meira alveg fram á mánudaginn út af það 31. október sem hrekkjavökudagurinn. Þannig að við ákváðum bara að byrja 31. október og láta hátíðina standa til 7. nóvember. Ég heyri að það geta allir tekið þátt og gamalt fólk og börn og allt. Það meðvitað? Já, klárlega. Við viljum líka bara skemmta hverju öðru. Það svolítið það sem þetta snýst líka að félagasamtök og aðra stofnanir haldi viðburði að bara íbúar upp á einn spýtur og bjóða öðrum í samveru og skemmta sér og njóta saman í myrkrinu.